Á Randabergi býr Sonja Rut, forsvarskona villikatt á Austurlandi ásamt manninu sínum. Þau eru nýlega flutt í sveitina. Og við erum hérna núna í athvarfi ykkar. Hvað eru margar kísur hérna í augnablikinu heldurðu? Við erum ekki nema 7 ketti hérna núna. Þeir hafa mest verið alveg uppmyndir 20 kettir hérna inni. Okay, wow. En við erum búin að koma eiginlega flestum kettlingum sumarsins á heimili. Það eru 2 hérna eftir. Og hinir eru svona margir hverjir tilbúnir en ekki allir. Nei, gott. Það er í gangi hérna. Það er einn hérna svolítið villtur hérna á bakvið sko. Hann er svona nýjasti íbúinn inn í kotinu. Já, einmitt. Og svona eru þeir fyrst. Kettirnir voru augljóslega mishressir með heimsókn mína. En hvað gera villikettir á Austurlandi nákvæmlega? Við erum sem sagt svona útibú af samtökum sem voru stofnuð fyrir sunnan og erum búin að vera starfandi frá í febrúar þessu ári og markmið okkar er að stemma stigu við fjölgun í rauninni villi- og vergangskatta hérna á Austurlandi. Og hvernig farið það því? Við látum fyrst og fremst taka það alla á sambandi og reynum að finna öllum heimili sem eru nógu gæðir til að fara á heimili. Og við höfum verið óbúslega heppin með það að rúmlega helmingur þeirra katta sem við höfum tekið inn tæplega 50 ketti núna frá í febrúar og rúmlega helmingur af þeim hefur fengið heimili, sem er algjörlega frábært. Og mikill minnihluti hefur þurft að fara út aftur, ég held að sé ekki með 5 eða 6 sem við höfum látið gelda og sleppt svo út aftur og þeim er svo áfram sinnt með matagjöfum og svona fylgst með þeim, hvort þessi ekki við góða heilsu og hressir. Og eru það þá, segirðu, villtustu kettirnir sem? Það eru kettir sem eru fæddir úti og hafa búið úti árum saman og hérna aldrei í rauninni verið í návígi við mannfólk. Hinir kettirnir eru vergangskettir eða kettlingar sem eru fæddir úti og við náum í ungum inn. Og kannski munurinn á villi- og vergangsköttum er sá að villikettirnir, eins og ég segi, eru fæddir úti, hafa aldrei búið í návígi við fólk og halda sig svona frekar á iðnaðarsvæðum og hafnarsvæðum. Villikettirnir, það eru þeir svona kannski sem að fólk er frekar að kvarta yfir. Þegar þeir eru sko að halda sig nálægt híbýlumanna og eru stundum jafnvel að fara inn og lenda í slagsmálum við kettir sem eru fyrir og að skýta í garðana og svona þetta sem maður heyri fólk kvarta yfir. Og þetta eru rauninni heimiliskettir sem annarkvort hafa verið yfirgefnir eða týnst og verið mislengi úti. Það er einmitt það. Varla stendur Sonja í þessu öllu saman einsömmul. Ég er með frábæran hóp af sjálfboðaliðum og hérna þetta er náttúrulega verk fyrir marga sko, þetta er ekki einna manneskjuverk og ég gæti þetta aldrei ein. Þannig að við erum góður hópur af sjálfboðaliðum en hérna erum alltaf til að bæta við okkur. Sonja telur að 15 til 20 manns komi að þessu á Austurlandi. Í athvarfinu er 3 vaktir á dag sem sjálfboðaliðinni skipta með sér. Það er varla ókeypis að reka athvarf og samtök sem þessi. En hvernig er þetta fjármagnað? Við erum algjörlega bara háð í rauninni góðvild almennings og hérna erum sem betur fyrir líka í samstarfi við dýralækna hérna á Egilsstöðum sem aðstoða okkur. Dýralæknakostnaður er náttúrulega langstærsti hlutin af þessu og svo fóðurkostnaður líka. En við fáum sem betur fyrir mikið af gjöfum frá einstaklingum og fyrirtækjum. Og hvert myndi maður leita til? Hvernig ætti maður að styrkja ykkur sem dæmi? Til að styrkja okkur. Við erum með Facebook síðu, erum svona hvað virkust á henni, það heitir bara Villikettir á Austurlandi og þar er bæði hægt að leggja inn á reikning sem er birtur þar og svo er líka að senda ykkur skilaboð ef að fólk er með einhverjar matagjafir eða teppi eða dót eða hvað sem er sem getur nýst köttunum og við getum annarkvort tekið á móti fólki hér eða sótt svona í flest bæjarfélög á Austurlandi. Og finnurðu mikla jákvæðni í garð samtakana? Já, algjörlega. Við höfum fundið mikið bara meðbyr hérna frá því að við byrjuðum og eins og við segjum við gengið rosalega vel að koma köttunum á heimili. Margir tilbúnir að taka þessi ketti sem að jafnvel eru fullorðnir sko, jafnvel bara frekar aldraðir og margir sem að koma hingað og gefa okkur bara allt sem til þarf og já, eins og ég segi við gætum þetta náttúrulega engan veginn án aðstoðar almennings og erum óbúslega þakklát fyrir það. Og það er hugur í Sonju því hún er að stækka rýmið sem kettirnir hafa á Randabergi. Við erum að byggja hérna 20 fermetra útigerði fyrir kettina sem að þeir hafa þá frjálsan aðgang að í framhaldi af rýminu hérna inni og ætlum að koma upp svona smá ævintýralendi fyrir þá. Þannig að þeir geti hérna veitt flugur og klifrað í einhverjum trjágreinum. Þannig að vonandi bara kemst þetta í gang fljótlega. Við einmitt auglýsum eftir fjármagni sko til að gera þetta og fengum óbúslega góð viðbrögð frá einstaklingum aðalega og það er algjörlega þeim að þakka að hérna þetta
verður að veruleika vonandi fyrir veturinn. Ert þú aðalega í því að smíða hérna? Við erum bara svona duglega að hjálpa stað. Við fengum að smíða nema líka til að hjálpa okkur og þeir svona lögðu undirstöðurnar og svo erum við sjálfboðaliðarnir bara að dunda okkur við þetta. En hvernig heldurðu hægt að stemma stigu við það að fyllist allt hér af villiköttum alla daga hjá ykkur? Villikettir eru náttúrulega ekkert annað en bara afleiðing þess að einhver hefur einhvern tímann sleppt út ógeldum heimilisköttum. Og það náttúrulega fyrst og fremst að vinna í rót vandans sem eru ógeldir heimiliskettir. Og ég myndi vilja sjá kannski sveitarfélögin hérna að taka svolítið harðar á því að það er alveg skýrt í reglugerðum að kettir eiga ekki að fá ganga lausir ógeldir. Takið það til ykkar sem eiga, en hvað er svona skemmtilegt við ketti? Veistu það, ef þú hefði spurt mig að þessu fyrir 2 árum þá ég hef bara sagt ekki neitt sko. Nei, ég veit. En ég hef aldrei verið kattamanneskja í rauninni. Ég er hundamanneskja. Já, ég var það líka og ég fekk minn fyrsta kött bara fyrir 2 árum síðan. Ég var reyndar, þegar ég bjó fyrir sunnan var ég sjálfboðaliði hjá villiköttum þar, þau eru með lítið athvarf þar líka. Og þá einhvern veginn svona komst ég aðeins bara inn í þetta starf og svo flutti ég hingað austur og mér fannst alveg algjörlega vanta eitthvað svona hérna. Og eins og ég segi, ég hef ekki verið kattamanniski gegnum tíðina þannig að ég bara veit ekki alveg hvað gerði þér. En þú ert það sannarlega núna? Ég er það sannarlega núna, en þetta er kannski meira bara af svona einhverju samkennd og vorkunn fyrir þessum greyjum, frekar en að ég sé alveg sjúk í ketti. Ég er svona bara dýramanneskja kannski almennt. Hvort sem maður hefur gaman að köttum ekki, þá ættu allir að geta verið sammála að samtökin villikettir er að vinna gott og óeigingjarnt starf. Vonandi verða einhverjir kettirnir svo komnir með heimili næst þegar ég fæ að kíkja í heimsókn á Randaberg.